Þægilegt það var sveppin hérna, en þú getur endur ekki verið með okkur allan þáttinu það. Nei, það þarf að fara eitthvað fimmleiti. Farum fimmleiti, en bjargar okkur þangað til. Já. Takk fyrir það, Mushroom. Já, takk fyrir að bjarga okkur, Mushroom. Anytime, motherfuckers! Já, flottur. Hérna, við erum með Fanta þáttandi ykkur dag. Við ætlum að fara vist að sveppurinn datt inn í svona gamla liði. Við ætlum að heyri Mútu. Baby, hún gömul. Já, nei, hún á bestaldri. Hún á bestaldri. Við höfum ekki heyrt í henni lengi. Við ætlum að fara í talað yfir símtal, sem var alltaf hjá okkur á þriðjudum. Talking over a phone call. Já, svo erum við með, myndir fyrir cash, við erum með hvort myndir frekar. Egill vil fara í einhverja nýja reglur í að láta skella á sig sem er gamall liður sem var hjá okkur líka. Það var hannig. Þannig að það er allt í gangi. Hellingur að vera. Mér er nákvæmlega sama maður, ég ætla bara að hoppa borðið í þennan rússíbana. Og bara taka þátt. Og njóta. Já, og það ætla ég að vona hlustandikir líka því að það er rússíbana ferð framöndan, það er bara þannig. En ég ætla nú bara að byrja á að spyrja þig, hvernig hefur það? Ég hef aldrei verið betri. Nei, það er alltaf bara saman þegar ég spyrði, þú hefur aldrei verið betri. Spilar inn í landsleikurinn. Tókum hollendinga og pökkuðu þeim saman. Já, hvaða djók. Pökkuðu þeim saman. Það veit að búið að ræða þetta alla vikuna, en við hefum ekki verið í útvarpinu síðan. Ræða hvað? Íslenska landsliði fótbolta. Hvað er að gerast þarna? Tókum hollendinga og pökkuðu þeim saman. Eru við bara leiðandi Frakklands? Hvenær var þetta? Hvenær var þessi leikur? Það var á mánudaginn. Já, var hann góður? Þú varst á honum vitlisingurinn, hvað varst þú? Já, ég var á honum. Robben, sko, sem er fannst mér gaman. Einn af bestu leikmennu heims, hann var bara svo Reynipjötur á þennan. Já, bara, sko. Segir Reynipjötur segir eitthvað slæmur í fótbolta? Hann er bara, ég spila fótbolta á móti Reynipjötur og hann er ekki að finna sig það. Topp maður sann. Já, en hann er sko, ég get sagt þér það, hann er með topp þól allavega. Hann er með meira þóla heldur en Robin að þeir, því að það eru bara 2 menn á Íslandi sem hann lappar hringin, Reynipjötur og Sveppi. Ég var snegri, tók Reynipjötur að pakka það saman eða? Já, hann var röglega fljótar en ég sko, því að ég var með alls konar svona verkefni og stoppa og spjalla liðið. Hvað heldur þú að borða marga pulsur þegar þú lappaði hringin? Þú ert með svona gisk á það. Kannski svona 70. Hvenær lappaði þú eftir hringin? Árið 2000. Árið 2000, það var fyrir útastöðuna Mónó. Já, svo fór hún á hausinn þegar ég var að lappi til Reykjavíkur. Þú varst ekki komin til Reykjavík þegar stöðum var farin á hausinu það? Já. Og Jón Gunnar Geirdal keyrði hann í kaf. Jón Gunnar Geirdal, Tettmenn. Og Sim og Jói. Tettmenn. Já. Og Sim og Jói, skýttu þér allir eða? Nei, svo bara, veist, eitthvað, ég veit ekki, þeir voru bara. Var það Jón Gunnar Geirdal sem réði í að lappa hringin? Já, hann var svona einhver yfir á hérna Mónó, hann og Pálmi Guðmunds. Hann og Pálmi Guðmunds og Gummi González. Já. Og hvað hérna Jón Gunnar Geirdal pakkaði það saman. Það er það sem að gera. Og voru þeir ánæði með þig þú varst að lappa hringin? Já, ég held það nú sko, þeir glemdi mér samt sko. Nú, hvernig það? Það átti alltaf að ringja í mig daglega sko. Já, Sim og Jói. Sim og Jói átti alltaf að ringja og tjekka á hvernig gengur með Sveppa, lappikallinn og veist og ertu búin að lenda í einhverju vesinni og bla 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 og svona. Svo bara heyrði ég kannski ekki í neinum í svona heila viku. Hvað varstu lengi að lappa? 2 mánuði. Hvað heldur þið að hvað nonni tatt og pakkaði saman og sagt, hörðu, hann er eitthvað gæi, krullóttur með allt niður og sig, látum að lappa hringin. Já. Það er þú hann á, kottu hérna áttu að lappa hringin. Jón Gunnar Geirdal saði basically við þig, make me a bicycle clown. Og lappaði hérna hringin. Lappaði hringin ykkur landi. En þetta var samt eiginlega meira svona Sim og Jói. Þetta er ekta hugmynd fyrir að simma, sko. Já. Það er ekki að hefna þeina. Láttu simma að lappa hringin. Ég er svo ánægð með þetta. Þið fannst þetta ekki bara gaman? Gaman með þetta, gæð. Já, ég reynda frétti af einhverju vesenni með kortið. Þú fegst eitthvað kort fyrir okkur bensinstöðu sem þú ættir alltaf að stoppa á? Já, stoppa á, Ólís var sponsor á, já. Já, og þú varst ekki að kaupa nauðsynjar á kortið á það? Já, nauðsynjar og ekki nauðsynjar, það fyrir eftir hvað þú setur undir hattin, nauðsynjar vörur. Það lítur á að lést samt á þessum 2 mánuðum, ekki? Já, 6 kíló. Shit. Þú ert kannski bara að lappa aftur? Já, ég þyrfti að hlaupa hringinn til að ná mér í form. Fæst ekkert injuries? Ekkert eitthvað svona hælsæri eða eitthvað? Hælsæri, það grínat, ég var bara í hakki fyrstu 10 dagana. En af hverju hoppar ekki byggur næsta bíl og kerður og sagðir ég lappaði hringinn? Já, ég meina, og hvað, keiri eitthvað og býða þar? Ekki? Ég er bara... Það svindlar ekkert í svona? Nei, þú hefur það ekki í þér. Ég svindlað? Ég svindlaði eitthvað smá, þú veist það, ég fór ekki í göngin, ég keiri gegnum göngin, ég mátti ekki lappa. Og svo stoppuðu við rétt fyrir utan Akureyri. Þá lappaði ég alveg að Akureyri, keiriðum svo bara inn í bæinn og svo byrjaði ég hinum megin við Akureyri. Hann lappar ekki alveg gegnum bæinn? Nei, veist, mér þetta eitthvað svo bleppalegt. Það myndið þú bara svindla þessu Egill? Ég er svindlað. Ertu svona gauð sem svindlar í spilum líka? Ég meina, særði Sveppa eitthvað með að svindla það? Eða þú svindlað? Þú hefur sært eitthvað? Nei, mitt. Það var öllum drullu saman. Öllum skít saman. En þú ert í spilum og svona, svindlar þú þá?
Ekki ef ég er bustaður. Ef ég sé fram á að ég get svindla og að veit að enginn svindla. Og ertu svona eins og Hugi er agalur í spilum, sko. Nei, ég gleymi aldrei, vorum að spila heima. Þú bustar Huga, þú veist að hann svindla. Já, veit ég var með hann í liðin, við vorum heima að spila hérna Actionary á Mæju systir. Ég, Hugi og með minni Ástrós kærasta hans. Svo í einu liðinu var mamma, hérna Mæja systir og Gunni Mágur, svo Dæja frændi og Svesseldi í hinu liðinu. Það var allir konir á síðasta reytin í Actionary. Og hérna það er allir spila? Já, allir spila, ég gleymi sér ekki, sko. Hugi dregur spjaldið, er að fara að leika, kemur bara svona mér og segir Keilusalur. Ég bara, hvað ert að gera? Ég náttúrulega var það bara að busta hann og segja að fólk hérna það sagt mér þetta. Ég vildi ekki vinna þetta. Þú vildi ekki vinna svona. Bara spila sýstu. Snýstum að vinna. Ég er kýltan. Já, hann er agalur í spilum. Það er bara þannig. Ég meina tilkvæmst við akkur þá að vera bara að spila yfir höfuð. Það ætla bara að svindla. Það er að kýla Hugi með hann, sko. Það er lítill og en við skulum hætta að ræða hringinn og fara bara hér í fyrsta lag dagsins. Já, hvað það bjóð okkur upp á? Óskalag fyrir þig. Óskalag fyrir mig? Já, það er bara þannig. Nei, heyrðu. Þetta er óskalag fyrir Seppina, þetta er Budapest. Svo hér á eftir slúður og myndir fyrir cash. Bidu, Já, hann er stuðið kallinn. Já, þetta var Budapest með Ryan Christensen. Nei. Hver er þetta? Allavega ekki Ryan Christensen. Þetta er George Ezra. Já, George Ezra. Ég er ekki fættur í gær. Nei. Þetta er DJ, þú þekkir allt svona. Ekki allt svona. Ég er spáð remix af þetta lag, sendur hann um e-mail. George, það er remix af söðan. Herru, við skulum ekki skemma þetta lag bara 1 og 3. Hvað meinar þú? Hvað er bara með remix einhvern tímann, veist, þetta er 5 ár. Já, leiðu þess aðeins að lifa. Það er algjör óþarfi bara að taka eitthvað lag og remixa það í drast bara þegar það er gott og skemma. Sendur hann um e-mail eftir. Hey George. I'm gonna remix your song. Hey George Ezra, I'm gonna remix your song. Yeah, I was trying to ruin your song. Is it okay? Það var hann bara, really? Really? Heldur að vita hvað DJ Muscle Boy er? Það er 100%. Nei, það eru engar líkur á það. 100%. Engar líkur á það. En það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég veit ekki með fyrsta slúðri, þú veist, það ámann ekki að vera sama. Við erum allir hérna að verða 30 félagarnir en það er Justin Bieber strákar. Ég elska The Beat Machine. Já, ég ætla að byrja að segja ykkur, já, allir í kringum hann hafa miklar áhugjur af honum núna því að... Er hann komin í heroínu? Nei, hann er komin aftur í slæman félagskap sem er vist einhver rappari og vinur sem kallast Lil Twist sem er sennilega eitthvað ljótasta nafn sem ég heirt. Það er samt Lil Twist. Lil Twist, já, Lil Twist. Akkur er allir rappara með Lil fyrir framann? Já, Lil Sweppi, þú ættir að fara að vinna með það kannski. Sveppi litli. Lil Swep. Akkur er ekki Lil Twist eitthvað svona... Það var enda grjótart nafnaður og verið rappari, Lil Mushroom. Lil Mushroom? Lil Mushroom. Nei, það er hægum maður, hættu bara að tala þetta. Já, allavega. Þá er þetta vist eitthvað gaur sem er búið að taka hann fullan á bílum hans Biebers og það er alltaf eitthvað vesen á honum. Er hann ekki bara bad boy? Hann er að bad boy og sko, Justin Bieber var búinn að lofa umbóðsmannin sínum og pappa sínum, hann myndi ekki hanga meira með honum en þeir eru byrjað að hanga aftur saman, strákandir og Lil Twist setti mitt á Instagram mynd af þeim saman og skrifaði And just like that, we're back, leaving a great dinner with my little brother Justin Bieber Family. Vilt þú meina Lil Twist sé að piece of shit það? Næ, ég vil ekki meina, en pappans Justin Bieber og umbóðsmannin hans eru vist eitthvað voða stressaðir yfir svolítið saman. Hann er eitthvað high school dropout maður sem var að byrja að rappa 10 ára, þessi Lil Twist. Já, það lesum hann. Já. Þetta er vist, það er vesen á honum. Áttu þið eitthvað svona vinstrákar sem að foreldrar eitthvað vildu ekki verið með þegar þú voru strákar? Eitthvað svona sem að, nei, hann vil slæma áhrif á þig. Ég var reyndar einn af þessum strákum sem að, einu sinni var mér ekki boðið í afmæli, sko, því að fólk geta að ég væri bara að fara að sveifla mér í ljósakrúnni, en það var náttúrulega eftir maður að byrja bara að drekka og var ógíslegur og fannst það gott, skiljur. Svo læri maður bara að fara með það. Sveppi kemur ekki þetta bandamali. Hann er eitthvað rugglaður. Hann er geðveikur. Þannig að þú varst Lil Twist. Ég var Lil Twist. Nei, það er alltaf, ég meina ég á krakka og ekki það að þau eiga einhverja vini sem að ég þoli ekki, skilur við. Nei. En þú veist þú fylgist alveg með þeim svona. Já. Maður hefur samt engan tolerans fyrir öðrum börnum nema sínum, sko. Skilji. Egill, var eitthvað svona í kringu þig? Eitthvað sem þú máttir ekki hanga með? Já, voru, þú veist. Var Hjöppi the bad boy sem þú máttir ekki hanga með? Það voru 2-3 í grunnskóla sem voru mikið að fá sér síkó. Já, ok. Þú veist, það þótti mjög töff, þarna 96, að kveikja sér einni síkó. 4 upp í 1 á lóðinni. Já, og ég prófaði einu sinni. Ég var bara, mér varst það ekki good shit.
Tók smók og bara svona, oi bara, viðbjöður. Ég hef aldrei reykt. Mér langaði mig ekki að reykja, mér dreymdi það, sko. Það Clint Eastwood mikið með síku og þröngu gallaböksum. Það mönnum að grjóta alltaf kjafti. Varst þú mikið að horfa á Clint Eastwood þegar þú varst yngri? Já, ég mikill Clint Eastwood maður. Eastwood all-in. Já, þá eitthvað vesen á bíböndum. Leðilegt að heyra. En Miley Cyrus. Hverjum ekki. Já, hvað var ekki breyta slúðurinn? Nei, það ekkert slúður Miley Cyrus þetta. En svo það annar sem nú aðeins svalar en Justin Bieber og það hann Brad Pitt. En hann skulda vist George Clooney brúðargjöf. Hann misti að brúðkaupi vina síns, George Clooney, sem skrítið. Þeir eru besti vinir. En það ekkert ástæðalaus að mista því. Hann var í tökum á kvikmyndinni By the Sea. By the Sea? Já, það vist mynd sem að eiginkonan hans, Angelina Jolie, að leikstýra og mistu þau því að brúðkaupinu en Brad Pitt sagði hér í viðtali að hann ætla að gefa honum eitthvað fallegt. Þetta ekki slúður. Nú, hvað það þá? Þetta bara rugl. Hvað, ég meina ef þú hefði mistað brúðkaupinu mínu og veist eins og ég myndi fara að rukka þau um einhverja brúðkaupsgjöf eða veist myndir ekki heimta að gefa gjöf, við myndi ekki koma Eru við svona Brad Pitt og George Clooney í Íslands, ég og þú? Nei, við erum svona Við erum ekki bara Johnny Knoxville og Steve-O eða eitthvað svona álíka ágæðslegt Ég held að við séum Þú reyndast svolítið líka Steve-O Það svona Bjöllinur og eitthvað Gísli Garðars eða eitthvað Gísli Garðars, það er hárrétt Við erum ekki George Clooney og Brad Pitt engar á ykkur En lokaslúðum, þetta líka George Clooney og þetta kannski aðeins skemmtilega á sveppi Þetta vonandi slúður fyrir En Brad Pitt Nei, aftur Hann varaði Ashton Kutcher við á sínum tíma Þegar Ashton Kutcher var með pönt Þá varaði Brad Pitt hann við Hann ætlaði sem sagt að hrekkja hann Og Brad Pitt sagði við hann í fullir hreinskilni Ekki hrekkja hann Því að hann verður brjálaður, hann drepið Og hann mun reyna að eyðileggja fyrir þér Það sem eftir fyrir Það sem eftir ferlinum hefur Ekki hrekkja Clooney Já, Brad Pitt Og að því að sko, Ashton Kutcher var að biðja Brad Pitt að hjálpa sér að ná Clooney Og hann sagði hann bara að gleyma því Hann myndi aldrei hafa húmafrið og þetta myndi bara eyðileggja fyrir hann í Hollywood George Clooney var svo mikil sambönd Hversu myndalögur George Clooney? Ashton Kutcher Wow Hvað kemur það? Ertu að hlusta á slúðrið? Ertu að sjá þessa myndaður? Ég hef ekki séð svona myndalega gæja sko. Ég óskaði þess að hann væri pappi minn Ég myndi skipta honum út fyrir Hældi þið að vera svona myndaður Myndir þú taka Sverri Friðjóns og setja hann á bekkinu og hafa Clooney sem pappaðinn? Alltaf það Vona pappið sé að hlusta Já, þannig að hann sagði honum að alls ekki hrekkja Og gerði hann það ekki? Nei, hann tók hann ekki Ég held að þetta væri svona inspiration Þetta myndi bara hvetja mig til að hrekkja Nákvæmlega, þetta myndi alltaf kveikja mér En já, þetta var slúðupakki dagsins Það var mikið að Clooney og var þetta ekki ágætispakki bara? Jú, þetta var fýtt pakki þar Ég er enda að vilja fá maili inn en ég er ekki reyður í því Ég er í góð skap þetta Hvað með þig og Miley Cyrus? Já, hún er með hennan Bangers Tour hana, núna sem er akkord í gangi núna Ef þú vilt einhvern tíma að fá slúður, þá er það núna þegar hún er með The Bangers Tour Og því að þú ætlar kannski að koma með slúður hún er búið með The Bangers Tour Þá er hún kannski bara chillandi í grippinu sinni, skilurðu En það er alltaf ekki þetta slúðurinn Það er alltaf sama slúðurinn hann Hún er eitthvað fáklætt einhver staðar og er að setja myndir af sér á Instagram Byrjaði bara að followa hann á Instagram og færði allt beint Ég er að ekki followa hann Slúðra þessu bara inn á síðunni Gils.is Er hún hægt? Ég er ekki búin að uppdata hann í mörg ár Nei, ég er svolítið komið meiri Eins og hvað er að frétta fréttastofu Kolb? Við þurfum að keyra hana fyrir gang Það var alltaf good shit Þetta var slúðupakki dagsins, fáum auðlýsingar Svo er það myndir fyrir cash Þá er Doritos og Bolli kynna Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu 3 dagar, 5 sýningar 14 grínistar Alþjóðleg grínhátíð á heimsmæli kvarða sem þú mátt ekki missa af Steven Merchant úr The Office Extras og Hello Ladies Jim Breuer úr Saturday Night Live og Half-Baked Carrie Godliman úr Derek-þáttunum New York's Funniest fær okkur 3 heitustu grínistana frá austurströnd Bandaríkjanna BBC Presents færir okkur 4 heitustu grínistana Enn meira gagnamagn í endalausu snjalltökkunum og sama endalaust frábæra verðið Með fjölskyldukorti samnýta hinir í fjölskyldunni gagnamagnið og allir tala endalaust Vertu í sterkara sambandi Síminn Verið frumleg og gerið ykkar eigið salat á Fresco Borðið á staðnum eða takið með Ferskleikinn er allsráðandi á Fresco Fresco, Suðurlandsbraut 4 Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir Prófaðu allar tegundirnar Nóa lakkrís Rétta bragðið
50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Lakkvörn og gljói frá Sonax. Fullkomin vörn fyrir vetraveðrið. Sonax. Nú erum við líka á Bíldshöfða. Safran. Vorum að umbotta nokkrum velvöldum milljónum í lottóinu. Svo það að gera að vera með. Lifðu þér smá lottó. Þetta stendur Meghan Trainor. Ég held að þetta væri Ariana Grande og eitthvað. Já, hvað veit ég? Þetta klikkalega sko. Stendur þetta Meghan Trainor? Já. Trainer, svo bara person trainer. Já. Wow, það rosalegt. Alveg rosalegt. En þetta allavega All About The Bass og þér að hlusta hér á FM 95 Blö. Og við erum í miklu stuði, strákanir. Sveppi Krull hér í stað Ágúst Weber sem heima rallarskreið. Við óskum henni, skjóts badamara. Förum við flottulega keppnina í dagfélaginu? Já, það aldrei að vita við förum í hann á eftir. Yes. En í hvað? Flottulega keppnina, spilum við lög og hlustum við velja hvaða lag og flettura. Shit, hvað skemmtilegt, ég pissi buksunar. Shut your mouth, Mushroom. Shut your mouth! Þetta er mjög skemmtileg keppni og ég hef aldrei tapað henni. Strákar, þeir eru verið fertugir. Það er komið hérna hins vegar dagskrárlið sem er mun þroskaður og skemmtilegur og heitir Myndurðu fyrir cash. Ho, ho, ho! Það er mjög þroskaður og virtu dagskrárlið. Já, hann er alltaf hressandi. Ertu bara að heyra trailerinn minn, Mushroom? Sem ég gerði fyrir Blóðan Dale. Já, byttu nú við. Hann gerði trailer. Ég heyrði hann síðast þegar ég var það. Það var spurt og svara trailerinn. Já, spurt og svara. Hann gerði trailer fyrir Myndur fyrir cash líka sem að ég fíla það. Hann er 90 sekúndum á langur. Það þarf að ramma þetta inn. Það ætla að heyra hann. Sjálfsögðu. Ok, hann kom með Myndur fyrir cash, ég kom á þessu. Would you like to have pockets full of cash? Er það mest að kjafta þessi heita? Þetta er náttúrulega, það er ekki lægi með hann. Þetta er ekki hefðbundin trailerlengd, ég við ekki það. Nei, það er lungu vita út veikur eill, en það er eins verð. En það er engin ástæða til þess að vera, veist, eitthvað eðlilegur. Elta normið, sko. Meinin. Á rétt við það með svo. Make your own steps, sonny. Já, við fýlum eins og ert, en það er komið að, ég held að ekki fram hjá neinum, að það er komið að Myndur fyrir cash. Og ég er með 3 spurningar eins og alltaf. Og ég verð samt viðurkenni, ég er spenntari fyrir hvort Myndur fyrir frekar í dag. En Myndur fyrir cash er ágætt. Ok, tilbúinir. Þá spyr ég ykkur, myndið þið hætta að nota farsíma í 2 ár fyrir 80 milljónir? 2 ár og þið fáið 80, akkur er það að hugsa þetta? Er þetta ekki beint í á? Maður var án gemsa hérna fyrstu 17 ári sín, sko. Já, viðbjóðslega ár. Nei, það var bara æðislegu tími allavega mínu. Það varstu bara 10 ára grenjandi, ég vildi óska að ég ætti svona tækja sem ég get verið bara með að spila Angry Birds. En það er ekki til, það veit ekki nú hvort að tala. Ég er bara með þetta í hausna. En sko, Mushroom er háður tölvuleikjum. Já, það er enginn á Íslandi háðari síma sínum en þú. Því get ég lofa, það er kannski einhver jafnslæmur. Það er enginn verri en Egill og það vita allir sem er í kringum hann. Systir hans, ég, bara allir. Þetta er rætt þegar fólk hittist. Hann getur ekki lagt frá sér síman og er alltaf í hún. Okay. Það er ekki hægt að lifta með hún lengur. Hann er bara í síman. Það er færðið ekki ógeðslega þungan síma bara. Hann liftir honum. Ég ætla að segja, já, ég myndi sleppa því 2 ár fyrir 80 milljónir. Já, það er ekki hægt að segja. Já, það er bara 2 ár og veist, þá er þetta líka bara, ég myndi líta á þetta sem bara svona frelsun bara. Já, veist, ekki meistara mánuður, heldur meistara 2 ár. Já. Án síma, svo bara ka-ching, cash. En þú mættir ekki, sko hérna talin einn annan farsíma, þú veist það. Þannig að ég þyrfti að heyri þá þyrfti ég bara að heyri í heimasímanuðinu. Já, má vera með 12. Já, ekki tala á Facebook. Ég má vera með iPad. Já, máttu vera með iPad. Þá segi ég myndi sleppa í 2 ár. Já, ég held að sé bara það gott cashur 80 kúlur við 2 ár. Ég held að ég þú myndir ekki gera fyrir 20? Aldrei með 20, glemt því sko. En 80 kúlur er slatta cash fyrir þetta. Ég hendi já á þetta. Þú hendi já á þetta. Já, þetta átti að vera bara gefið fannst mér sko. Það er fólk bara hringjan í sporthús og náði mig og sen er ég bara kaupa með heimasíma. Ég er ekki með heimasíma. Nei, máttu ekki. Jú, máttu með heimasíma. Þetta er farsími, asswipe. Ekki tala farsíma. Það getur um heimasíma. Asswipe, hann að náða þér. Fyrir ekki að ég kallaði asswipe. Ég var reiður og ég ætla ekki að gera það. Allt svona kæft að ég fer bara inn eitt og út hitt hjá mér. Þú hlustar ekki á hann? Nei, ég heyr ekki hvað að segja. Báða næsta. Ok, nú þið báðir feður. Þannig að þessi spurning tengist börnunum ykkar. Mundu þið, hvað mundu þið býði langan tíma með að hitta börnun ykkar ef þið fengið 5 milljónir fyrir hvern mánuð sem myndi sleppa að hitta þau? Svepp er enda með 3 og þú ert með 1. Þannig ég ætla að byrja á þér Egill og fær 5 milljónir. Má ég ráða hvar ég er?
Gæti ég verið á Monte Carlo og snekki ykkur góður og glæðar það? Nei, menn þú fær bara 5 milljónir fyrir hvern mánuð sem þú sleppið að hitta hana Ok Hvað, ætlar að senda þig bara til Las Vegas á meðan, eða? Hvað myndir ekki vera á Íslandi? Þú ert bara á Íslandi, þú mátt bara ekki sjá krakkan í aldrei En ég meina, hvað barnið gaman? En þú ert að tryggja framtíð barnsins með hverju mánuðinum. Þetta cash fyrir börniðin, sko. Já, og líka svo er líka bara að tryggja það að það fái gott uppeldi meðan þú ert ekki til staðar. Hvað tekur þú marga mánuði? Að þetta verðist að vera vinn-vinn fyrir þig. Er þetta ekki bara 2-3 ára? Nei, málið er að ég er með svo skemmtilegan aldur, sko. Mushroom alltaf, sko, börnin hans er bara frá þessi bílpróf fljótlega, sko. Það er öðruvísi fyrir Mushroom. Nei, sko, hann er með 3. Ég er með 3. Það er ekki fínt að fá breyk frá því. Hvað er Arnaldur yngsti? Hvað er hann? 2 ára? Nei, 1 og hálfs eða eitthvað ekki? Nei, hann er verið 3 ára í desember. 3 ára? Okay. Hann er alveg óþólandi, ég var til að lausa hann alveg í 2 ára. Hvað ætlar að segja ég? Það eru 5 kúlur á mánu. Það er mjög góð mánaðalun. Bara sem ég verð ekki svona væði minn maður. Kaupaði bara út í nokkru mánuðum. Shit, ég elska hann svo mikið. Ég væri til 20 kúlur. Þú myndir sleppa 4 mánuðir? Já. Ok. Sveppi? Man of Mushroom. Já. Hvað myndir þú sleppa í marga mánuði? Sko, ég væri til í svona 4, já, er það 20 milljónir? Já, 4 mánuðir. Ég myndi gefa þessu 60 mánuði. Ok. 35 kúlur? 35 milljónir. Já. Er ég þá ekki örgulega laus og öll bönnin? Já. Veistu það öll 3 alveg? Þetta er bara svo að fara að sjó. Já. En ég myndi bara segja krakkana, já, krakka mínu, nú er pappa að fara sjóin. Já, í 7 mánuði. Sjómaður? Já. Ég er ekki leiðilegur Mushroom, þú myndir ekki lifa 1 dag á sjónum, sko. Ekki 1 dag. Við höfum farið á sjó við Sveppi. Já, þú voruð í halvan dag í tökum raut og sveppa. Já. Og þú skeist í þig. Við stóðum okkur báðið mjög vel. Akkur heldur ég myndi ekki lifa? Myndi ég bara fá akkeri í hausinn eða myndi ég deyja fæst? Það er ákveðni típur sem höndla life in the sea. Life in the sea? Þú vilt vera í töluleikjum og þú veist. Það skemmt ekki máli, það kom að síðustu spurningunni. Þeir eru konur langt ég myndi segja 7 mánuði. 7 mánuðir, Egill 4. Já, komdu með þessa 20 kúlur. Okay. En konan, fylgir hún með? Ég ætla að reyna að tryggja og eigi fjölskylda til þáttinn og hætta að spyrja út í þetta. Síðasta spurningin er, mundið þið tala dönsku þá sem eftir er ævikar fyrir $500 million? Þið mættið ekki tala neitt annað. Nei. Þú Egill. En fyrir $1 Sko, það er ekki til leiðilegra fólk í heiminum en danir. Þið fáið $1 million, ég ætla að breyta þessu. Þú fær $1 million, en þú ert bara að læra dönsku því þú mátt ekki tala. Hefur heilt hvernig þið tala? Já, skelvilegt. Talaði dönsku fyrir mig aðeins, Mushroom. Snakk ný dönsk. Ég ekki veið hvað ég kann ekki. Nákvæmlega, það nóður þessi fullkomna. Já. Þetta er viðbjöður. Myndu að gera það? Ég snakka ekki sam, nei, alls ekki. Fyrir $1 million? Milljarð? Þetta er samt 1000 milljónir? Já. Nei. En þú getur ekki sett verðið á þetta. Það tala bara dönsku það sem eftir er. Það var lífið dórlega helvítið það sem eftir er, sko. En samt, hvað? Hvað myndið þú gera? 5-7 milljónir sem gera þess að fá krónu fyrir það. Já, segjum það, ég tæki milljarinn. Akkur ekki? Það er alltaf að lausi við þig. Við getum aldrei tala saman. Hvað skal þið gjöra í kveld? Jöri? Hvað skal þið gjöra? Eitt gammalt og gott, Linkin Park in the end. 957 á Austur 15. 23. október. Komdu með okkur aftur til fortíðar með tónlistamönnum sem komu fram á fyrsta eldhúspartí FM 957. Framkoma Skítamórall Á móti sól og Hreimur og félagar í sannkallaðri akústik stemmingu sem enginn má láta fram hjá sér fara. Komdu með okkur í eldhúspartí FM 957 og þú farið nostalgíuna alla leið. Fyrstu vel með á FM og nældur í miða. Heppni hlustendur geta nælt sér í borð á besta stað í húsinu á samt glaðningi frá Carlsberg í fljótandi formi. Kvöldið verður í beinni útsendingu á Bravo og FM 957. FM 957, Carlsberg og Subway færa þér eldhúspartí FM 957 á Austur. Geðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581 1515. Og við draugum andan djúpt og finnum hvernig orkan streymir líkamann.
Finnum hvernig hjartslátturinn eykst og eykst og eykst. Þú getur ekki verið kyrr. Þig langar að spretta á fætur, hlaupa út og hrista einhvern eða eitthvað. Egils orka. Og þú fær 2 flöskur á verði einnar í verslunum 10.11 í október. Skammdegið skemmtilegt. Þau sem eru með F+ fjölskyldutryggingu geta sótt sér hlýja og skínandi fallega húfu eða eyrnaband á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst með F+. VÍS, þar sem tryggingar snúast fólk. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Elisabeth önnur Englandsdrottning hefur aldrei svo vitað sé tekið smálán með því að senda SMS í 1902. Passamyndin þín á breska pundinu? Hélt ekki. Smálán fyrir venjulegt fólk. Snyrtivörutímarit Reykjavík Makeup Journal komið út. Við kíkjum í snyrtibautuna hennar Andreu Magnúsdóttur, hjálpum ykkur að finna rétta farðan fyrir ykkar húð ásamt mörgu öðru. Náðu í ykkar eintak frítt í næstu hagkursverslun. Subway kynnir fjölskyldu tilboð. 2 12-tómmu bátar að eigin vali, 2 6-tómmu bátar að eigin vali og 2 lítra gos á aðeins 3.490. Kíktu við og taktu hotlan og góðan mat heim. Subway, ferskleiki okkar bragð. Mexico-salat á hresingaskálanum. Hljóma spennandi því það það. Hresingaskáli. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Ertu í ræktinni? Við erum hluti af heilsuátakinu þínu. Serrano, sennilega hottasti skyndibitinn í bænum. Það komið að því. Rísarnir mætast á ný. Kemur setninga fyrir markið. Gerrard, þeir eru að klára þetta. Stærsti leikur Liverpool í mörg ár. Hvað gerir rauði herinn núna á móti stórstjörnum Madridinga? Cristiano Ronaldo! Liverpool, Real Madrid, miðvikudag klukkan 18:30. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og já, Egill var að biðja dagskrárlið sem var alltaf hjá okkur á þriðjudögum en við tókum að standur aftur daginn. Já. Og það talaði símtal. Talking over a phone call. Já. Það sem maður segir á góður íslensku. Já. Og það ekki flókin lið, þá ringjum við eitthvað hérna út í bæ og já, annar reynir að halda einstaklingum á línni og hinn að tala svona yfir símtalið. Já, þetta Mér þetta veisla, það gleður mig. Já, þetta ógeðslega gaman og ég verið að viðurkenna það, þetta eiginlega alltaf gaman. Já, þetta hefur oftast virkað. Þetta bara fyndið, sko. En ég var að spæja að hrista hans uppi, þessu vilt þú núna halda á línunni og ég, að því að við tókum hins einum daginn? Wow, þetta eitthvað sem ég hefði viljað vita kannski áður en ég mætti í vinnuna. Þetta maður fara að breyta. Þetta eyðileggur ekki fyrir daginn? Nei, reyndar ekki, en já, þú vilt að ég sé gæinn sem heldan á línunni og þú talar yfir. Já, ég ætla að hringja á bókasafn. Að sjálfsögðu. Tekum á þessu. Hljóma vel. Ekki starf Dalvík eitthvað. Bókasafn, góðan dag. Já, góðan daginn. Góðan dag. Líka tala ég. Rósa heiti ég? Já, sælublessu. Einar heiti ég, Guðbjartsson. Já, sæl. Ég var að veltaði fyrir mér með svona bókasafnskirtinni. Já. Eru þið að deila þeim út eitthvað? Já, þau bara, fólk kemur bara hérna og tekur sín kvart, sko. Komdu og taktu mig. Sko, ég nefnilega með skirtinni, sko, hérna á Reykjavík bókasafninu. Já. Og var svona veltaði fyrir mér bara hvort að þau... Þarftu ekkert skirtin á mig, Fóli? Þau myndu ganga upp, sko. Ertu fluttið til Dalvíkur eða? Já, ég sem sagt flyt inn bara núna svona rétt fyrir jól, ég að fara inn í bara rétt í lok nóvember. Já. Akkur kemur ekki inn í mig rétt fyrir jól? Fyrir ekki það. Hvað í gangi í þessu samtali? Ekki neitt, ég bara veltaði fyrir mig með þessi bókasafnskirtinni hvort að... Það kemur alltaf eitthvað samtal inn í. Nú? Ég allt tilbúið fyrir gölturðin. Ég heyri nú bara í þér, sko. Heyri samt ekki rosalega vel, en ég nú reyndar hérna fyrir sunnan. Já. Hérna, ég bara aðtók hvort að Reykjavík... Bara aðtók það þegar þú kemur. Nei, ég bara aðtók hvort að skirtinu mitt sem ég með hjá Borgarbókasafninu virki. Skirtu uppi mig. Á Dalvík.
Já, það gerir það reynda. Skipt upp og kallaði mig Dalvík. Fyrirgefðu, nú var eins og ég heyrði eitthvað. Já, það bara eitthvað inn í samtalinu við miður. Það var svo svona eitthvað Skipta mig og kallaði mig Dalvík. Hvað í gangi? Þú bara skoðar þetta ef kemur. Ég í gangi. Hvað það? Það ég sem í gangi. Ég í gangi? Skoðum þetta síðar. Já, gott að skoða mig hana. Hvað sagður? Gjörðu skoðaði lengi. Hvað er í... Hvað er þetta að segja? Ég heldur bara að ljúka þessu samtali. Já, gott og ljúktu mér að hana. Það er frekar það. Ég ætlaði nú bara að aðtúa hvort þið væri með allan Arnald. Það er eitthvað rétt, ég heyri alltaf eins og það sé einhver á línunni, svona eins og það sé einhver sjólína eða eitthvað. Já, heyrðu, þú bara kemur og kannu þetta. Þannig að það virkar. Kemur bara að kanna mig hana. Það virkar sérstaklega skirtinni mitt hjá Borgarbókasafninu. Já. Já, virkar að mig líka. Virkar á. Leggum við bara niður á 4 og kíkir á kallinn. Og eru dónaskapur. Alveg farið. Þetta svo steikt að. Þetta grilla. Þetta svo gaman sann. Greið kona. Hún að... Það gaman að þessu. Nei, það sem skemmtilegast við þetta þetta það gjörsamlega grunnlaust. Hún var ekki alveg grunnlaust. Nei, það blundaði í henni eitthvað svona. Hún lóði eitthvað. Það gaman að þessu. Tove Lo, hún að gera gott þessi stúlka, að ferast með Katy Perry núna veit ég, á tónleikaferðalagi, held ég frá Svíþjóð og að verða gríðalega vinsæl. Allavega þetta lag mjög flott, fílaði þetta. Sveppurinn, hvernig fílaðu Stay High, fannst þetta gott lag? Já, bara lag. Já, ég veit það, en fannst þetta flott? Já. Ok. En það sem ég ætla að fara yfir núna, drengir, áður að við förum hér í næsta lið, þá eitt sem ég vil ræða við ykkur. Og það ég fyrir nokkrum mánuðin síðan þá var mér addað á grúppu á Facebook og ég hef aldrei farið yfir þetta í þættunum áður sem heitir Kúrufélaga grúppan og þarna sem sagt fólk sem vill kúra spjalla mikið hérna og þetta byrja bara hér sko, hérna reglurnar á síðan og þetta ekkert kjaftaði. Hvað er þetta að segja? Þetta Kúrufélaga grúppan. Þetta grúppa á Facebook, segir þú, Egil hann inn líka, búin að opna þetta. Sko reglunar, þessi síða bara fyrir 18 ára eldri, kapslokk og 7 upprópunumerki, svona til að byrja með. Hver veit verið að taka fram aldur og hvernig kúr fólk sé að biðja og hvaða aldur verið að leitast eftir, svo að verði engin miskilningur. Hvernig kúr hvað meinar hann, hvernig kúr? Ég veit ekki hvort það liggja bakinu eða maganum eða eitthvað, ég veit það ekki. Nei, veist hvort að það megi kúra með og kissast eða hvort þetta endi bara í fulli fjöri. Kúra með tippinu, minnur það? Já, ég veit það ekki. Svo kemur hér. Það sömur í því. Já, svo númer 2. Allur dónaskapur ekki liðin hér á síðinu og verður eittur. 3. Grínauglýsingar og aulakomment verða eittar. 4. regla. Ef einhverju var við dónaskap einheltum og tilkynna það til admin og aðilinn verður ámyndur eða eittur úr grúpunni. Og svo bannar að taka aðra en sjálfa sig í auglýsingunni eða komment. Svo hérna, þetta ekki síða fyrir Snapchat auglýsingar og hér eftir verður allt þannig fjarlægt. 5 upprópunumerki. Máttu ekki segja Snapchatið? Nei, greinilega ekki. Fólk hefur verið að auglýsa það þarna. Allir prófíla verða að hafa raunverulega mynd og raunverulegt Facebook, annars verður þeim hent út. Þannig að þetta svona fólk að koma að undir sínu nafni og myndum og svo allir í kúrgrúpunni eiga að vera vinir og svo endar hann á að segja takk fyrir að gera þetta frábæri kúrgrúpu kúrlæknar einmannalegan. Þessi grúpa hugsuð fyrir kúr með eða án kynlýs og ef date eða vináttajafnvel sambönd kvikna þá það bara snilld. Já, og það fólk að negla hann inn. Já, svo bara maður fyrir niður þá það fólk að hendin til dæmis bara núna fyrir 4 tímum síðan. Jæja gott fólk, nú komið að því spilakvöld hjá okkur kúrkongnum Bróskall mætingum 20.00 og Ölver eftir, hver alltaf að koma? Spilakvöld mæting klukkan 20.00 og Ölver á eftir. Já. Ekki á Ölver? Nei, það er sennilega bara að spilakvöld og svo farið á Ölver. Já, auðvitað, það eru náttúrulega karaoke-græður. Já, sko, en svo bara maður fyrir auðvitað, ég ætla bara að spyrja ykkar áleitringir, banna að dæma og allt það. Nei, hverju banna að dæma? Sko, til dæmis kemur einn og hendir bara inn var alveg til í kúr núna, Bróskall 23, sem talan hans og það kemur stelpa sem svarar ég til Bróskall, fær 2 like á þetta og hann skrifa bara henda mig skíló. Já, bara málega dög þau fara beint að kúra. Já. Býtu, eru við talið með það bara að fara að horfa á vídeo og kúra eða er það bara svona, hæ Já, sko, það nefnilega misjæmt hvað fólk segir, sko, eins og Þú getur lesið þetta með svo að minna hæ 18 ára stelpa á AK leitar af kúri 18 til 40 ára. Já, 18 ára byggðum eitt 40.
Þetta þýðir að sko félagar okkar King Mike Brown, Tatman þeir eru ennþá inn í þessu 1840, þetta er ekki 1841 eða staði 1841 þá varum menn í vendraðan King Mike er laður að staða norður sko hún segir 1840 Mér langar alveg endileg kúr en er sérstaklega vör mig er svo að hann segull á krýp eitthvað svona óþægindakalli ég er 32 lítri endur útölu fyrir nokkuð yngri sækist þetta félagskap kúrið með kallmann á aldrinum cirka 25-40 er ekstra mjúk, ljúf og reyglaus og sækist ekki eftir kynlífi að svo stöttu þannig að þarna er einn til dæmis sem er bara að biðja kúr Hvað er gert? Er þetta bara eitthvað svona kotta hjal eitthvað að spjalla saman eða Er þetta bara, veist Hvernig var, veist hæ, ert þú Einar? Já, hæ, Sigrún hérna Já, alveg rétt, já, hérna Kom til að kúra Gakt í bæinn Viltu Melrose te? Já Leggstu svo hérna, kottan hérna og ég ætla að koma og kúra Kúra Liggja hérna og Þú varst samt að gera þetta einhverju perdísku Nei, ekki perdís, ég bara svona liggi í kúri En nú ætla ég að sinna þér hana Hæ, er þetta Einar? Já, hæ Herru, kottinn, ok, hvað langar að horfa á? Ég veit ekki, að taka dömmen eitthvað Já, viltu kúra upp í sófa eða upp í rúmi? Tökum bara upp í rúmi Liggjum þar í náttautunum og kúrum og horfum myndina svo er ég farin heim Hvernig var Er það ekki hægt? Jú, það er hægt en það er eitthvað svo astnalegt En Detective Mushroom áður en að þú byrjar fórst í married man í dag út í samband, áður þú fórst laus og liður og þú hendir í kúr, hvernig var basic kúr hjá The Man of Mushroom? Það var bara að horfa á vídeo og liggja og bara pop bara eitthvað og veist, maður var ekkert eitthvað umvafin eitthvað að kúra bara með andlitið í hálsakotinu eða eitthvað, maður lá bara upp í sofa og satt stelpa á hliðina á manni og hún var líka að horfa á bíómyndina Málið er dött Fólk er að setja bara þetta inn að sé reitt að vera eitt á kvöldin og eitthvað svona Ég er ekki alveg í sama dómar að setja þú seppi Mér er þetta allt í lagi Hérna er líka ein dama að setja inn skilaboð 12. október óska eftir kúri næstu kvöld ekki bara eitt kvöld, næstu kvöld 19 ára fjörug og spræk stelpa sem hefur áhuga kúri með eða án kynlífi með eða án, hún heldur sér til að opna einhvern veginn Já, bara ef það vel hefnast til þá gæti það dottið inn ef eitthvað Sér bara einhver fárlega sexy gæði hérna bara einhver dama til í kúr 33 ára, hávaksin, grannur Þannig ég geti sett bara Potið þetta jackpot Hvað segir þú svo, getur þú sett? Bara einhver til í kúr fyrir ekki að batna giftur maður 1.70 með krullur og bumbu og hann það smá kúr Þú myndi fá kúr á 0.1 það er 100% Þetta er rosalega, hvað er margir inn á svona síðu? 2000 manns Ég er einhvern veginn dottin út úr öllu svona Þetta er bara svona að gerast á Facebook Þú er bara skráði í kúrugrúpu Þetta er bara að henda mér inn á þessa grúpu Já, ég menna sko, en sko það er greinlega gæðin sem stjórnarinn er samt the king hann er the godfather og hann ræður öllu, hann getur grítur út og með eitthvað leiðindi og svona sko þú veist, hann kallar sig kúrbángsan hann segir hérna Sælverðið fólkið, hvaða dömur eru til í spil í kvöld hjá kúrbángsanum í kvöld segir hann, kongurinn sem á síðuna sko Já, hann stjórnum Ég myndi setja dass af spurningamerkjum við hann En allavega þá vitið það að þið getið ef það er einhverja núti sem er að hlusta og vill kúra á kvöldin og ekkert nefnt að leita kynni Þá er að gera að reyna að fara inn á Facebook síðan á Kúrufélagagrúpan Já, og fyrir ykkur sem eru komið inn, góða skemmtun í kvöld á spilakvöldi Vá er Doritos og Bóli kynna Reykjavík Comedy Festival í Hörpu Hinn eini sanni Stephen Merchant kemur fram á sunnudeginu Stjarnan úr The Office, Extras og Hello Lady Ekki missa af Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. október í Hörpu Sena Allt getur gerst í enska boltanum. Það eru 150 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta á laugardaginn. 1x2 við tippum. Saffran kjúklingur og rauðlaukur á teini. Ef ekki væri fyrir þennan gómsæta rétt þá hefði saffran aldrei orðið til. Saffran. Gaga eða Britney? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Pilsudagar í Pilsuvagninum Laugardal dagana 15. til 31. október. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal.
Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Ekki missa stærstu rock tónleikum ársins. Slash ásamt Miles Kennedy og The Conspirators í brjáluðum rockir í Laugardalshöll 7. desember. Ríf ekki bara ríf. Dirty Burger and Ribs. Miklubraut beint á móti Kringlunni. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 Blöð. Alla föstudaga. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957. Það eru 2 harðir og 1 dún mjúkur. Egill Einarsson og Sverrir Þór Sverrisson. Og það er komið að dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi en var alltaf hjá okkur á þriðjudögum, Sveppi. Rétt. Og það er símtali mömmu. Já, ég er farin að sakna hennar. Já, ég var endur í matján í gær og hvað gaf þér? Æðislega svona kjúklingasúpu. Kjúklingasúpu? Já, mjög gott sko. En það sem að við ætlum að gera, já, það er ekkert ástæðalausu að hringja núna því að ég er með þetta gamla frétt sem að ég er búin að geyma búin að hanga svolítið þessari og ég sýndi þér að náðan. Þetta er að því ég vissi að það verið gaman að við myndum hringja með og spyrja þessum. Það gerði sem sagt í Bandaríkjunum núna fyrir ekki svo löngu síðan, ég held að það sé 3 vegna gamalt eitthvað, þar sem að, já, besti vinur drengs, hann er enda 28 ára, hann er yngri en ég mér var að byrja með, já, sko, mamma hans var að byrja með besta vinnans og þau voru að trúlofa sig og þetta kosti fréttnar þetta í Michigan. Eðlilega, enda mjög, þetta er svona skrítið. Já, þetta er svolítið sérstætt. Og ég meina, sæðið þú mömmu þína að byrja með einhverju vinni þínu til dæmis? Nei, séð einhverjum ekki fyrir mér. Nei, en kannski ekki endilega vini, kannski bara einhverju manni sem er 28, Já, en slíkt hefur nú gæst. Við höfum nú spurt mömmu að ýmislegu hér í þessum þetta og okkur ekki bara spyrja hann að þessu. Einmitt. Ekki hringja í skvísuna. Er hún í vinnunni eða er hún bara í fríi? Ja, við reyndum að hringja á hann og þá var hún á einhverjum fundi í vinnunni, þannig að reynum bara að hringja áttur. Tjekkum á þessu. Halló. Hæ. Nei, hæ, sko. Vantar þig. Hvað, okkur svona lirað samband hjá þér? Eitthvað lirað samband? Ég er bara hérna í bílnum og leiðin heim. Já, þarna ertu komin, nú ertu dóttininn. Nú, já. Hvað segir Megababyð og aðalskvísan í bænum? Ég segi allt fínt, eskan, ég talaði við þig ekki aðeins. Hvernig var í vinnunni? Nó, er það svoleiðis? Það er annar á kantinum. Nó, já, ég sá þið að þið hringt áður, en nú er ég keira og það gæti ekki kýrt á númeri, ég bara svara. Já. Ég sagði mér, ég er ekki að svara þér. Við reyndum að hringja fyrir í dag. Já, það var ég að fundi. Það varst að fundi, ert að stjórna þessum fundum alveg svo herfóringi? Herðu, ég sé bara flugfélaginu eins og að leggja sér. Já, ekki, þetta er allt í þínum höndum. Það væri bara ekkert án mín, skiluru. En þeir eru alltaf á tíma og allt tipp-topp, sko. Já, alveg, sko. Við erum rosalega mikið spurðið hvað sé að frétta að þér. Aðdándinir eru þyrstir í fróðleik. Já. Við erum góðu og getum nú ekki róið þessu endalaust að mér, sko. Það er bara þannig. Já, það er bara ekki þannig. Er að koma ykkur varningur jólinn, eða? Hæ? Ertu ekki að óvættir að koma út með svona bókum jólinn, þú veist, ráðgjöf, hatti? Já, eða dagatalið eitthvað? Ekki Já, það væri flott með léttklætt í leðursófanum á hótelhottum. Dagatal Hattiar komið í Hagkaup. Ég myndi pródúsera ágústmánuð. Já. Jésús. Já, ég veit átræðis. Ég er náttúrulega verið matþjóðar í gær. En aðdáðandiðinu vissi ekki að verið hræs. Og þú ert eldræst, eða ekki? Ég er eldræst, já. En það er ekkert ástæðalausu við hringjum. Við sitjum með það ég, Egill og Sveppi. Já. Sitjum með það 3 og það... Það er 3? Já, við geymdum með það gamla frétt að það var sem sagt, ég vildi taka þetta næstra Sveppi ári með mér og þetta er eitthvað þriggja vegna gömul frétt eitthvað þar sem að sko drengur á mínum aldri, hann reyndar 28 ára. Já. Besti vinur hans var að byrja með mömmans og dreftu mig ekki, krakki. Og þau eru sem sagt búin að trúlofa sig. Ói bara. Þetta ástin er ekkert að spyrja aldur störf. Nei, en fyrir almáttugur. Þetta er ekki drengi, hvað er það að tala þarna? Þetta segir þú strax ói bara, þannig að ég þarf alltaf að spyrja það. Myndið þú geta að byrja með einhverju vinni mínum? Já. Ertu eitthvað klikka? Þeir eru yngri Gunni, tengdu svona minn. Já, en samt er mér að við erum orðnir 34 ára. Þetta er allt fullorðnir menn.
Þetta ekki snögt ef við værum bara saman og deiti ég, þú er Svessi og eitthvað. Það var ekki geðveikt. Ég veit að Svessi til ég, sko. Þannig að þú myndir velja Svessa? Þú sér ekki að skrið. Nei. Hann poppaði fyrst upp í hugan. Allir jafnindislega, hann og frænd og Binni og allir þessi pakki. Akkur poppaði hann fyrst upp í hugan? Ertu skotnust í honum? Nei, akkur poppaði hann fyrst upp í hugan? Já, það er Svessi. Ég veit það ekki. Ég veit ekki okkur hann poppaði fyrst upp í hugan. Nei. En engin svona sem að þú hugsað svona kynferðislega til? Að við erum að sönda. Nei. Hann að. Ég ætla að vona ekki, maður. En þetta er að gerast í Bandaríkjunum, annað er alltaf að spyrja þeim. Já, hvað er þetta fyrir það? Hvað, mér finnst það viðbjóður? Já. Ég myndi byrja að skalla vinn minn og svo myndi ég láta þig heyra það. Bara útmæði vinnur. Já, en hvað? En ég menna, ertu ekki alltaf með mömmu inn í bíó? Ég heyra það. Já, við mamma fyrir reglulega í bíó. Þetta er ekki fara að kenna vinnunni. Já, þú veist að ég verð að viðkynna það, ef að mamma myndi byrja með Þrándi, ég hefði bara gaman að. Nei. Og ég myndi hvetja þau til þess að reyna að fara að eignast barn. Þá myndi ég eignast eitthvað sískinni. Og þá væri Þrándur vinur minn orðinn fóstupabbi minn. Þetta væri fallegt. En ég verð að spyrja svo í lokin að þeir eru nú einn Egill og Sveppi. Já. Hvor væri líklegri svona að þú yrðir að fara á stefnumót með öðru þeirra? En hættu þessu. Hvort væri það gilsarinn eða sveppurinn? Ég myndi, endur ég fara að gera upp á milli barnana minna. Hvort ertu eldast veit svona mjúkan og fyndin? Eða eitt svona grjótharðan og... Ekki fyndin. Það er ekki að fá mér í barnana. Nei, getur ekki valið. Nei, hún getur ekki valið. Nei, ég get ekki valið. Bara tekur okkur báða. Allir jafnstættir, þú svo alla bara. Þegið þeir. Ekki komið nóg að þér og þrísvámi. Herðu, hérna, Múta, takk aðeinslega fyrir okkur. Það var nú lítið öskar. Gaman að heyri í þér. Já, svona leiðis. Já, það heyrjumst helgina. Þetta knúsaðu bara alla bara. Já, knúsaðu alla frá þér, en samt ekki þannig, þú veist hvað ég menna. Bye. Lessast með ekki að gera þetta allt í þessu. Við erum hættir. Já. Bye. Okay. Já, hún er alltaf reskvísan. Og þetta nú eins og ég grunaði, veist, eins og ég saði við ykkur aðan, aldrei sagði ég múttu byrja með ykkur vinnum mínum. Ég myndi samt að ekki útiloka neitt. Hún var að útiloka það sjálf. Já, þú veist alveg hvernig þessar mömmur geta verið. Að því að kveikt á útvarpinu? Hún neymdroppaði Svessa bara einni sekundu. Hann kom fullt stemmu. En þetta var móðin Hafdís Sveinsdóttir, alltaf hress. Hefur séð þau einhvern tímann... Þegiðu, astniðin. Lægið heitir þetta bara Blame. Flott lag hér á ferð. Þið að hlusta á FM 95 Blö. En við sitjum bara tveir í stúdíu núna, tveir harðir. Sverrir Þór Sverrisson gætt bara verið með okkur til 5 og bruna hér eftir símtalið mömmu. En við vorum að fatta það, við áttum eftir að fara í kortmyndur frekar. Já, verður hann ekki verið með því Mushroom? Já, það er svolítið svona eitthvað sem að vera tveir í. Þannig að sé bara einn í myndur frekar, það er ekki eitthvað weird. Ég myndi halda að það væri bara mjög weird. En þá eru góð ráð á ekki bara syngja hann. Hann er bara komið hann er með farsíma. Já, ég ætla bara að bjalla á hann og fáum hann þannig inn í þetta. Já, málið er dött. Já, tekur síðasta liðin með okkur bara hérna í símanum. Hann er örugglega eitthvað staðar. Sá hvernig hann svari. Hann getur nú ekki verið komið langt drengurinn. Mushroom I love you Mushroom. En hann satte mig til fyrir Ágústi Evu sem átti nú að vera gestastjórnandi í dag. Hún misti röddina. Vonum að hún verði ekki rallus lengi. Ég þekki þetta, ég er tónlistamæður, röddin kemur á 2-3 dögum alveg, tilbaka. Já, ok, þú ert ekki tónlistamæður, sant? Sveppur! Er það með allt niður sig? Hversu mikið er hægt að vera með buxurnar mikið niður sig án grín, sko? Já, ef einhver getur hárað Sveppi. Svaraði bara í síman. Hæ? Hvað er eitthvað vesen að svara í síman, eða? Já, ég starti bara hérna í búð. Já, ok, með familíunni? Já, hvað búið þið? Nei, við áttum eftir að fara í kortmyndur frekar. Kortmyndur frekar? Já, dagskarlöfum kortmyndur frekar. Þú verður með því. Hvað er það, maður? Við áttum hann inni. Þannig að settu í stellingar, við ætlum í kortmyndur frekar. Það er aðeins. Tjóður ég klikka hann, tjóður ég fangir það. Nei, það sverður þetta að vera bara tveir í því. Ertu tilbúin? Já, er þetta ekki eldsnögt það? Jú, þetta eru 3 spurningar. Þetta á tánum, Mushroom. Ok, ertu tilbúin? Kottið er bara í skjól hérna í búðinni. Fyrsta spurning, og það er á okkur báða drengir.
Ef þið yrðið að velja, hvort myndið frekar vera með lús eða njálg? Ég myndi vilja vera með lús. Lús frekar njálg? Já, ég veit hvernig bæði virkar. Ok. Hefur fengið bæði? Nei, hvað er aðeins maður? Ég þekki fólk sem hefur fengið njálg og Nú, það er þetta. ætlar að taka þetta svona, einn vinur minn lenti í þessu. Opnaði þið bara. Þú tekur lúsina fram með njálginn? Já. Og Það er betra að klóra sér í haustum heldur en með puttan upp í raskatana. Það er reyndar. Ég held ég verið að vera ósámála mushroom. Nú? Ég er málið með njálg. Og bara með eitthvað í raskatunar. Já, sem er ekki skemmtilegt, sko. Já, nei, en þú ætlar ekki með þetta í hárinu og smitandi alla sem heilsa þér og öll fjölskyldan, allir vininu komið með lús út af þú ert maður snöður. Já, meina, þú ert að hugsa þarna alla í kringu þig. Já, menn þetta brennir raskatunar. Já, einmitt. Þannig að þú tekur njálginni. Það sem ég hugsa fólki í kringum mig, vini, fjölskyldu, njálgin, takk. Egil tekur njálg, þú tekur lúsina, Sveppi. Já. Þið eru saman allir í kringu þig? Já. Ég vissi ekki að það væri þannig dagskrárlegur að maður ætti að vera að hugsa allir kringu sig. Nei, bara, þú ætti að svara. Ég var bara að spurði hvort ég vildi vera með lús eða njálg. Já. Ég er lús. Lús, ok. En þetta er alltaf svolítið lús á því. Já, þá er það næsta. Hvort myndið frekar fá 5 óskir en þið mættu ekki óska ykkur eignir eða pening eða fá miljard inn á bankabókina hjá ykkur? Ég myndi bara fá miljard. Miljard í staðan fyrir að eiga 5 óskir? Æ, það er svo mikið vesen maður. Það myndi allir fara að skipta sér af því hvað maður væri að fara að óska sér. Það þurfti ekki að frétta að því endilega. Það var alltaf einhvern veginn alltaf að aðast eitthvað í manni. Hvað áttu margar óskir eftir? Ertu búin að óska þér hérna heimsfrið? Nei. Sá nú fyrir mig að gera það bara ekki. En þú ætlar að taka miljardinn? Já, ef ég má ekki óska með pening eða eignir, sko. Nei, það mátt það ekki. Ég ætla að taka óskina. Þú ætlar að taka óskina 5? Þið eru ekkert sammálaðið það? Við erum ekki alveg... Þetta er kannski svolítið vanhugsað hjá mig, sko, en... Nei, svona í fljótu bræði, ef ég er bara að velja strax, skilu, by gunpoint. Það gerir cash. Cash is king. Cash is king, menn, þú kemur langt á cashinu. Hvað óskir væri þú að hendi í Egil? Til dæmis, ég geti flóið. Já. Bara súpan. Já, þú veit að það er töff, mann. Þú bara út að lappa í kópói, mann, sem kemur þú fljúandi einhvern veginn í Mýrafors. Það er þetta mjög góð. Svo getur líka óskar og getur talað við dýr. Já, ég get líka óskar með að ég geti lift lest. Lift lest? Já, bara lift helli lest. Já, það er að fara til útland, það er ekki lest á Íslandi. Ekki en mann fari í húsdýragarðinn. Það getur alltaf að flóið til útland, það var lift lest. Talað við dýr. Ok, þannig að Egil tekur 5 óskir og Sveppi tekur miljardinn. Það verður gaman að vita hvað hlustendur myndi gera. En svo er það síðasta. Hún er frekar ógæsli. Ég var bara að sleppin en ég læt hann að gossa hérna. Hvort myndi frekar drekka heilt mjólkuglas af hlandi eða sæði? Það er aðeins. Þetta er bara dagskráliður hérna. Ég var búin að vara við. Já, þessi er frekar ógæsli. En hvort myndir þú taka? Af hverjum þá? Bara einhverjum. George Clooney eða... Nei, bara þú myndir aldrei vita hver setti í glasið. Já, ég myndi alltaf taka bara hlandi, sko. Já, farir í pissi. Það veldur rosalega hver það er, sko. Já, þú færði ekki að vita. Ok, það er ég. Jésús, þú. Ég meina, fyrst er George Clooney sé eitthvað betur en þetta. Eldgammal strax. Ok, mýgur upp í mig eða? Nei, ég sagði mjólkuglas. Hlustaði þér að tala. Ég er að reyna að klára það hérna lið. Þessi spurning rókislega. Æsaði, sko, ég bara glemta þess. Þú mýgur í glasi þess bara. Já. Það er að þambit allt saman. Já. Eilt mjólkuglas. Nei, þú drekkur þetta bara 1 staup á dag í 10 daga. Nei, þetta er bara svo... Þetta er mjög erfið spurning. Hún er ekki drekja auðsvarað, sko. En betur, ég meina, hvað tekur þið langa tíma að fylla heilt mjólkuglas? Þið bara kemur það ekkert við, það er bara tilbúið þegar þú færð það. Ok. Því að ef ég vel sæðið, þá þarf þú að fylla mjólkuglas. Hvað er að tala um? Viku, 2 vikur? Hættu að breyta spurningur, þú átt bara að drekka annað glasi. Yes. Mýguðu upp í mig.
Ok, þið tóku báði landið hann í restina. Sveppi, þá ertu laus í dag. Hvernig er að fara að drekka hnaustíkt? Já, flottur, takk aðeinslega fyrir komuna og... Takk fyrir það, ég heyri ykkur. Já, heilsi búðina. Bæ. Já, þarna náðum við að tengja Sveppa inn í hvort myndir frekar. Erfiðar spurningar það í dag? Já, það voru... Það er erfiður í dag. En þið voru líka aldrei sammála nema með síðustu. Já. Förum í auglýsingar og svo er það Sturla staðreyndir, flottilega keppnin og fleira. FM 957 í samstarfi við Sushi-barinn Suðurlandsbraut býður í hádegisverð alla 50 daga. Sushi-barinn hefur opnað glæsilegan stað á Suðurlandsbraut 10 og í tilefni þess ætlum við að bjóða þér og vinum þínum eða vinnufélögum í alvöru sushi-veislu fyrir alltaf 10 manns. Skráðu fyrirtæki þitt eða vinahóp inn á fm957.is og þú ert komin í pottinn. Rikki G dregur út vinningsafa á hverju miðvikudegi og ef heppnin er með þér þá ert þú að fara með þinn hóp í hádegisverð á Sushi-barinn næsta 50 dag. FM 957 og Sushi-barinn, Suðurlandsbraut 10. Skál fyrir þér. Viking léttöl. Þá er Doritos og Bolli Kynna Reykjavík Comedy Festival 24. til 27. oktober í Hörpu. I cooked a meal for my friend recently and she said, I can't eat that because I've got a wheat, lactose, banana, Marmite intolerance. I think you've got an eating disorder. Nánari upplýsingar á sena.is, miðasala á miði.is og harpa.is. Ekki gleyma að teygja. Ekki teygja of mikið. Ekki gera neitt sem er of flókið fyrir þig. Og sama hvað gerist, ekki gleyma að líkaminn þarf hleðslu. Herborginin sagði, Halló, ég lítið iPod. Hann var lítið iPod þessi hamborgari. Við verðum aldrei of gömul fyrir hamborgara. Fabrikan. Og við drögum andan djúpt og finnum hvernig orkan streymir líkamann. Finnum hvernig hendur og fætur eru á sífelldu iði. Finnum hvernig líkaminn spennist upp og hjartslátturinn eykst. Hver taug er spennt til hins ítrasta og þið langar mest til að spretta á fætur og skriðtækla gamlan kall eða konu. Egils orka. Og þú færð 2 flöskur á verði 1 í verslunum 10.11 í október. Vikugeðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álækjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza símur 581 1515. Nú er Glumbar laus úr sambandinu og er í djamskónum. Ertu með? Skammdegið er skemmtilegt. Þau sem eru með F+ fjölskyldutryggingu geta sótt sér hlýja og skínandi fallega húfu eða eyrnaband á næstu þjónustu skrifstofu VÍS. Sjáumst með F+. VÍS, þar sem tryggingar snúast fólk. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. 20 ára afmælistónleikar Nirvana plötunar Unplugged í New York verða í Háskólabíói laugardagskvöldið 8. nóvember. Nánari upplýsingar og miðasala á miði.is. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blu. Hlusta á FM 957. Þetta var hvað meistari var það? Þetta var Ed Sheeran. Já. Ed Sheeran. Don't. Hér á FM. Hér á FM, við erum bara 2 núna strákanir, það er svo skrítið. Við erum svo vanið að vera 3 á föstudögum núna. Við vorum alltaf bara 2 á föstudögum. Við vorum alltaf bara 2 alla vikuna. Einu sem voru alltaf 2. Alltaf bara 2, en núna finnst mér eins og við sem bara pínu lonely 2. En við hljótum að láta þetta ganga, það er ekki með hálftíma eftir. Erum við að fara í Insane Facts? Það er hár rétt hjá þér, Egill. Við erum að fara í sturla staðreyndir hér í FM 95. Má ég rétt ekki bara, vinur minn var í aðgerð, Guðmann Þórisson var aðgerð út á kviðsliti. Það var skorin upp frá kvið alveg niður í Jónssonin. Já, ok. Og getur ekki náð
stinningu í einhvern tíma okkar þýldu þessin sko, þetta ekkert grín sko og fekk ekki almennileg verkjalið okkar með allt niður sig og þetta óskaði bara að Guðmann vonaði batni og þvílíku meistari. Þú færð, batakauður frá FM 95 blöð, Guðmann, toppmaður þar á ferð. En það er komið að stjórnlegum staðrindum og sko ég reyndi að vinna með svona þekkta einstaklinga í byrjun, svona fyrstu 4 gangi út af einhverja þekkta einstaklinga. Og hér kemur fyrsta, sem var mjögast áhugaverð, fyrsta stjórnlega staðrind dagsins. Jim Carrey átti að leika Jack Sparrow, en hann hafnaði til að geta leikið Bruce Almighty. Það er svoleiðis. Já, og svo fór ég að lesa meira þetta og hann misti af þvílíkum pening hérna því að náttúrulega eru nokkra myndir Pirates of the Caribbean og hann... Sér einhvern veginn ekki fyrir mér... Sem Jack Sparrow? Nei. Já, náttúrulega Johnny Depp gerði þetta meistaralega. Johnny Depp er fárlega myndalur. Já, hvernig fannst þið Bruce Almighty á sín tíma? Stanaði með hann? Allt í lagi, en þú veist ekki ekkert geggjuð en svo fín. Nei, ekki Ace Ventura, Cable Guy. Nei, er ekki komið tíma og eina góða frá Carrey? Já, Dömur 2. Við ætlum að gefa henni sjansfélagur. Við ætlum að vera bullandi í ákvæði með hana. Ég pínur hrættu við trailerinn, en náttúrulega mynd 1 er mín uppáhaldsgrimmið ásand Cable Guy, sko. Verðum við ekki að gefa henni sjans? Dömur 2? Jó, sjálfsögðu. En hann feikaði það í 16 ár að hann væri, geti ekki tala og fastur í hjólastól, sko. Vertu alveg hreinskilin, ertu hrifin af trailerinn? Dömur 2. Ég var jákvæð með hann. Já, verið jákvæð, það er rétt. Maður alltaf var jákvæð. Svo er það næsta, Mark Wahlberg er með 3 geirvörtur. Sturlu staðrind. What? Hann er með third nipple. Hvað er þriðja? Ég bara veit ekki. Maður allavega ekki séð hann að þegar hann er oft bera ofan í bíómyndum, ætlum sér ekki að bakina hann eða eitthvað. Eða öxlina eða eitthvað. Belthóttum með. Kannski er bara að láta taka hana. Allavega stendur hér að hann sé með 3 geirvörtur. Já, fættist með 3. Hann har nóga cashi sko, hann getur tekið hann af sko. Það er ekkert þessi nú. Já, þú væri með 3 geirvörtur, myndir láta 3 fara eða? Já, vel svolítið, já. Hvar getur verið á þér? Hann var sáttur. Hvað getur verið? Hann er bara, með skýtsama. 3 geirvörtur má vera, hann pyrja mikið neitt. Eiginlega hvergi sko. Nei. Er það nokkuð? Er hún ekki alltaf einhvern veginn svona pínu bara fyrir? Kannski á tánni það samt ekki töff sko. Nei, ekki það. Ekki á raskatinu því að þú veist, fer í sund. Já, ef ég yrði að velja, þá myndi ég hendina á aðra raskennina sko. Já. En þú fær síðan í sund og fólk verður að benda og hlæja og eitthvað. Það er ekki eitthvað raskatið þar. Hvaða sundlu erst þú að fara í heila? Með 3 geirvörtun á raskatinu. Hvaða sundlu ferði? Heldur að fólk sé ekki að taka eftir það geirvört á raskatinu? Nei, fer bara í sturtu og svo hendur yfir stöðbuksunar út í laug. Hvað er alltaf að starra á raskatinu sem þú fer í sund eða? Ég veit ekki hvað heldur þú sérst með. Svo er það þriðja, Keanu Reeves. Já, þetta fannst með magna. Ég held að Keanu Reeves sé toppmaður. Hann fekk yfir $150 million fyrir Matrix trilógíuna því að hann var á sko prósentum. Já. Hann var ekki bara 150 milljónir dollara sko. Hann gaf $75 milljónir af laununum sínum fyrir Matrix trilógíuna. Hann gaf búningahönnunum og tæknibrellu teiminu $75 milljónir. Og hann fannst þeir ekki fá nógu mikið með hvað var að gera mikið fyrir myndinar. Heldur mikið cash. Já, bara 75 milljónir sinnum 100 og hvað 20 eða eitthvað. Það er sko að passi cash og lendi ekki í the shitter þegar þú hugsaður alltaf að shit, okkur gaf í $75 milljónir. Já, menn að þú getur gefið $75 milljónir þá varst ekki í vesinni með penningin sko. En mér finnst þetta fallega að geta hann. Já, það var góðverk. Maður var alltaf ekki eitt góður okkur dag. Þannig að Keanu Reeves, hann er að hækki alveg að mér hérna. Svo er það Nicolas Cage. Wow, Nicolas Cage. Já, þú ert hrifinn á honum. Já, wow. Hann, Kæland, er ekki svolítið síðan að góða mynd með honum? Jó, en það er sant, það skiptir sem það ekki máli, því að hann gerði Con Air. Já, þú vilt meina að hann var líka í Face Off náttúrulega. Og hann gerði líka The Rock, þannig að, þú veist, hann er bara að gera það góða myndir, það er ekkert stress, sko. Fyrir hann ekki að detti í Expendables börnátti þannig að slagi? Það væri mikill heiður að hann er tekin inn sko. Já, það verður fyndið að fá hann. En hann er National Treasure, hann er farið 3. myndina þar og eitthvað. Já, ég er reyndar alveg lúmst gaman af þeim myndum. Já. En allavega, það átti Nicolas Cage, hann átti til að fá sér sveppi, the magic mushroom, svona áskynjunasveppi með kettinu sínum. Með kettinu sínum? Vil ég heyra þessa frétti? Ég er aðdáðandi sko. I'm a fan. Í hvaða ástand ertu þurr að þú byrjar að taka sveppi með kettinu maður? Og bara var hann heima upp í sófa og kötturinn hlýðin á hann og báðir að geta sveppi. Ég lá ekki á glugganum, en ég grunaði að... Hvað gerði þið síðan? Hvað gerði þið síðan? Ég veit það ekki, svo bara örgli ykkur skrítinni vímu. Spurning hvort að kötturinn er ekki bara tekin af honum. Þú maður ekki að gefa kettirinn með einhverja ofskýrunarsveppi, sko. Svo er það hér, næsta. Þetta er steikt, en... Já, ég er ekkert að ljúga þessu, þetta var hérna inn á síðunni. Þú getur stoppað hiksta með að setja putta í rassina þér. Þetta er einhvað sem að
Hann kjaftaði það. Ég að sleppa að prófa þetta. Hvað síðu sástu þetta á? Ég bara sömu og ég fæði þetta allt sko. Þannig að ef einhverjum hyggst Hvað er þetta að byggja fólk að gera? Ég ekki að byggja nefnum að gera eitt nýra. En það eitthvað hlusta með hyggst og nú vel þreyttur á því? Já, myndi ég freka bara reyna að fá einhvern til að bregða mér eða eitthvað. Ég held að það virka líka. Jesus. En ef þú ert komin á alveg síðasta snúning og ert orðinn þreyttur þá getur þú kannski prófa þetta. En sko var ekki eitthvað gæi sem var búin með hyggsta ykkur 20 árum daginn? Var ekki búin að benda honum með þetta? Þetta var vandamál. Benda honum á puttan? Já. Já, vitið það, ef það er orðin þreytt á hyggsta, þetta ávist að virka. Ég hef ekki prófað þetta sjálfur og mun ekki prófa. Svo er það hér, næsta. Tönnur John Lennon var seld á $31,000 eða 4 milljónir íslenska króna. Já. Er það ekki svolítið mikið fyrir eina tönn? Jú, þetta er verið crazy fan. Já, ég hef líka oft hugsað sko að það er út með tönna, til dæmis að John Lennon bara upp á hillu, trúir eitthvað hvort þið er? Nei, þú getur alveg feikað þetta. Já, getur bara tekið tönnu sjálfur og sett að Kurt Cobain af átt hana. Það er ekkert veginn. Það er mjög létt að ljúga þig. Myndir þú trúa að þú kemur heim til mín og verið tönn í einhverju svona flottu glerhylki, ég myndi segja Kurt Cobain af átt hana? Ég myndi þurfa að sjá certificate yfir. Já, það er á netunum vantarlega, þú veist, þessi gæi hérna ef það rugglaður, hann keypti tönnun úr honum. Þetta var myndaður. Maður þyrfti að vera með eitthvað svona undir. Já, það er bara hann. Svo er það næsta. Japanski verkfæraegurinn Toto er búinn að smíða mótihól sem gengur fyrir saur. Sem gengur fyrir saur. Já. Asjubúinn er snilling. Já, þetta. Þannig að hugsa bara, af hverju er nóg af til og saur. Þannig í staðin fyrir að vera að kaupa alltaf bensín þá bara að verða út hrossaskít eða eitthvað. Nei, það getur bara hægt þér hún í þetta, þetta er ekki flókið sko. Það keira á hjólinu og síðan bara... Já, hvað kemst í sporthúsið aftur heim? Nei, síðan bara hægt að hæja þér, veistu, þú verður bensinlaus, því líka luxus. Bensinlaus. Þú ert basically að fara að safna hæðunum úr eins og ógeðslegt að vera að segja. Já, þá bara getur þau bara og síðan hinkar og síðan hægir þér í tankin og heldur áfram. Ekki þessin. Þú hlýtur að setja þetta í eitthvað, þú verður ekki, hvað, sestu bara á tankin? Sér það þannig fyrir þér? Já. Hvað er þetta að gera? Æ, bensinlaus. Í bensínlaus. Stendur hann á fjórum. Þá er Toto búinn að finna það. Já, meistari Toto. Já, veistu hvað hljómsveit Toto er? Þekkir einhver lag með þeim? Það er amerísk rockljómsveit. Já, á lagið Africa. Já, til líka meistrar. Svo er það næsta. Já, þessi, það eru 2 eftir, mér finnst þessi áhugaverð. Bláa gallabuxur eru bannar í Norður Kóreu því þær þykja stuðningu við Bandaríkin. Þeim í Norður Kóreu finnst ekkert jafn bandarist og bláar gallabuxur og þar alveg eru þær bannar í Norður Kóreu. Það er margt til í því sko, þau hugsa bláar gallabuxur og hugsaði sko eitthvað svona... Þú hugsaði bláar ballaguxur. Sæði það? Næstu í. En já, þú hugsaði bláar gallabuxur og hugsaði Bandaríkin. Hugsaði Clint Eastwood með vindil. Hvað er þið á Clint Eastwood í dag? Ég veit ekki. Það er bara svo sett bara að fylgjast með honum alltaf þín æfi. Þú veist, hann setur byssur upp að ennina á okkur gæja í nýþröngum. Eða Chuck Norris. Manstu eftir Hunter eða? Já, Hunter og Didi McCall. Já, manstu eitthvað Hunter var alltaf í nýþröngum gallabuxu. Ég var alltaf svo skotin í Didi McCall sem var hérna his captain. Nei, hérna partner segja. Didi McCall, ég er mikið laðandi. Og Chuck Norris, nýþröngar gallabuxur alltaf. En sko ég sá einhvern tímann hafa verið að auglýsa einhverja svona áhuga að vera ferð til Norður Kóreu. Ég fór svona að pæla, myndi maður þora að fara þangað? Segjum svo bara að þú gleymið því og mátt ekki verið, sko mátt ekki vera með símaðar eða neitt. Svo ertu kannski bara óvart í bláum gallabuxum og... Hendi jailið, já. Farið aldrei úr því. Þú verður að haga þér, mátt ekki eins og með símaðana. Ég veit að þreytt sko. Þú ert að haga þér, það er eitthvað sem þú segir kannski að maður fyrir Spánar eða Bandaríkjanna, herðu, haga þér, skilur við. En ég myndi ekki telja það, ég væri ekki að haga mér ef ég væri í gallabuxum, sko. Ég myndi finnast að það væri bara svona mannréttindi. Ég vil að finna það að sjá þig dregin í burtu okkur torki. Ég myndi grenjulhátt. Því ég var í bláum gallabuxum. Myndur þú hlæja, ég var á leiðin í fangilsi. Þá var það síðasta sturla staðarinn dagsins. Ebola er tengd því að það var vist einhverju sem var að borða leðurblöggur. Þetta vissi ég ekki. Og eyðni er tengt að það var einhver sem átti mög við simpassa. Svona urðu þessar veirur til. Ég hafði ekki sagt gæðina sem ekki að borða leðurblöggur, láta það eiga sig, sko. Já, slepptu þessu. Það er ekki getunlegt, þú mátt að borða kjúkling. Já, það er bara, veist, allt í einhverju svona... Ekki leðurblöggur. Viðbjóð. Og ekki stundamög við simpassa. Nei, þarft að segja félaginu það eða? Er það ekki bara eitthvað svona goes without saying eða? Bara svona hvað varst að gera? En þetta voru sturla staðrendir þennan förstu dag, voru það ekki bara nokkuð fínar? Jó, mjög fínar þetta. Ég var ánægður. Rófun er góður. Já, sveimið þá. En já, hér eftir smá stundir flottulagkeppni okkur félagunum og talandi flottulagkeppni þá ætti þetta lag alveg heima þar. Rúllur á disk, rúllaðu til okkar í hráan fisk, Sushi barinn.
Píta með nautakjöti. Pítan, alltaf fersk. Hver eru þínar tölur í lottónu? Leyfðu þér smá lottó. Iroha Nature býður upp á úrval af gæðamöskum fyrir andlit, hendur og fætur. Njóttu þess að dekra við þig. Iroha, geislandi á 15 mínútum. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. Kaffi Grensás er með frábær tilboð út október. Fáðu ljúffenga 12 tómmu pítsu með 4 áleggstegundum og hálfum lítra af gosi á aðeins 1000 krónur. Kaffi Grensás, Grensásvegi 26, sími 5535123. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. Hefur þig alltaf dreymt að skoða Galapagos-eyjar? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú skroppið með Sir David Attenborough sem einkaleiðsögumann. Eurojackpot, förstu dagur til fjár. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Hárrétt hjá honum, þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Það eru 2 harðir með þér á þessum föstu degi. Það er ekkert flóknara en það. Við erum í fantagýr hérna, drengir. Sveppurinn var með okkur til 10 mínútur yfir 5. Þurfti svo að bruna. Mössum fór. Já, mössum kvöldi. Og það fyrir nú að styttast í að Steindi kom aftur. Já, hann er bara 2-3 vikur í hann eða eitthvað. Já, hann er loksins að klára tökur. Það er bara það var gaman að fá hann aftur. Já, ég fann að sakna Steinda. Við hefum ekki fengið íslensk slúður lengi og ég veit ekki hvað og hvað. En það sem við ætlum að fara í núna er flottu lagakeppnin við Egill. Við höfum nú gert það, við höfum bara einu sem náður þegar ekki farið í flottuleikkeppnin, ég og þú. Jó, og ég Þetta er sem ég var alltaf með á mánudum. Já, en þá var það lag sem að myndi koma þér í gírinn og þú hendir nú í eitthvað stuðlag sem að var... Sem er maður specialty. Það er bara þannig. En núna er þetta komið með þema, þú deila gerir þetta erfitt fyrir mér í dag, sko. Já, ég spurði þig hvað þema veldir og þú fekkst nú að velja það. Já, en ég hef aldrei fengið gegn stuðla, sko. Ég ákvað bara væmið, rólegt, fallegt lag sem þú hlustar á heima út allsber og sunnundi og svona Býtu, þannig á ég að fara að hugsa tímabilið þegar ég að fara að hugsa ástabriða tímabilið mitt. Já, þetta er það tímabil. Þetta er basically lagið sem þú hefur hent á þar svo kom þær í rétta ástabriða feelingin, skilur hvað við það? Ok, svona, rólegt, flott lag. Ég ætla ekki að taka neina sénsar, sko. Ég ætla að go straight for the win. Ég ætla að hendi 5-0. Það er svolítið gera. En býtu, sko, bara rólegt, flott lag eða ekki? Það er bara nóg að segja það. Já. Það er eitthvað að tegja það koncept eitthvað? Nei, það var nefnilega það var eitt lag sem ég var að vinna mikið með á þessum tíma, sko, sem ég var mikið að hlusta á. Já. Vil ég vita hvaða lag það er að? Nei, en það er samt, ég skammast mín ekkert fyrir það lag, sko. Hvor okkar áfur undan? Það er flottilega, já, svo ringið þið 511-0957. Hlustundur ringið inn, og hvað, fyrstur upp í 5 vinnur og það sem ekki pressa á mér, ég vil halda clean sheet, sko. Clean sheet, hvað er þetta rugglaður? Ég vil ekki þá tapa, sko. Má ég byrja það? Já. Má ég kynna lagið mitt það? Það sjálfsögum. Ok, ég tek enga sjensa, kæru hlustundur. Þetta er lag sem öllum finnst fallegt og Þetta er svona Ég fer í Svíjan. Þú vinnur mikið með Svíjan. Jú, ég elskar Svíjan. Svíjan, toppmaður. Þetta er einn frábær hljómsveit Roxette og slagarinn sem ég ætla að vinna með heitir It Must Have Been Love og það kom út 1987. Þú varst getandi sand þá. Hvað sér þau? Þetta lag kom út og þú getandi sand. Nei, ég var ekki getandi sand. Þetta lag kom út 87. Flestir okkar hlustendum voru ekki eins og vonir hugmynd þegar þetta kom út. Og ekki bara setja það á, búin svo lengi, ég var búin að finna það. Íttu bara play. Þetta er lagið hans Egils í flottulegakeppninni og já, það er sömu reglur, 2 mínútur. Ég veit ekki, ég held ég vinnið. Ekki talið lagið mig. Nei, ég held ég vinnið núna. Þetta er lagið hans Egils í flottulegakeppninni. Þetta verður solid 5-0, ég er ekki ennarverðilegur. Þú átt ekki breyki Roxette. Rólegt og romantist. Varst að hlusta mikið á þetta lag á sínum tíma? Mikið Roxette, maður. Já. Alltaf verið. Þannig að þegar þetta lag kom út, þá varst að fíla alveg í tellur. Já. Hefur þú vangað við það? Já, ég held ég menn sem bara í sleikur. Slelli? Ég held það. Já, þá gefur þessu 15 sekundur í viðbót, fyrst það var slelli þarna.
Þá það komið 2 mínútur af Must Have Been Love með Roxette. Viltu ég skrái niður 5-0 eða viltu klára keppnina? Meru, má ég ekki velja lagið með tvist og svo það hlustundur sem velja en ekki þú, villisingurinn. Ok, sko, það koma 2 lög til greina hjá mér á þessu tíðanbili, sko. Ok. Það bara þannig. Þetta tíðanbili þú varst upp í rúmi allsber fullur? Ég var aldrei fullur og aldrei allsber. Þetta er bjórsand, eða ekki? Hvað segir þú? Já, bara þegar ég ger ástæðbréfið. En sko, nú er spurning hvaða lag ég á að velja, sko. Ok, hvað er með valmöðuleika, ég skal hjálpa þér. Hvaða 2 lög ertu með? Ég er með, sko, annars vegar lag sem að, sko, annar lagið er líklega til sigur sjá mér, mínum að þið. Ok, sem með hvað? Góttu, ég skal aðstóða, ég skal velja lagið sem ég er líst betur á. Já, ok, og ég ekki bara setja það svona eiginlega uppáhalds og rólega lagið mitt. Já, ég meina að hlusta ráta á sunnudum. Í dag? Já, ég myndi ekki hika við það. Akkur ekki bara, ég meina ef þú treystir í Roxette, sko, þú fara á móti Roxette, sko. Ég myndi ekki taka neina sens að ég var þú. Að fara mútið Roxette. Nei, ég ætla að fara hérna í Axl Rose félaga minn. Axl Rose? Já, þetta er lag sem að ég hlustaði mikið á þessum tíma, sama tíma og Roxette var. Þetta er lagið Don't Cry og er að mínum að þetta er flottast svona rólega lag sem hefur komið út. Ég hlustaði mikið á þetta. Ég vangar nokkur sem þetta lag líka. Já. Veit ekki með slella, ég var lítið í slella á þessum tíma. Þetta er Guns N' Roses Don't Cry og er framlagið mitt hér í flottulegkeppninni. Þetta er átt að velja rólegt og romantískt. Já, þetta er svona, þetta er Roxette. Á móti Guns N' Roses. En þetta er í ykkar höndum, kæru hlustendur. Nú ringið þið í 511-0957 og það er fyrstur upp í 5 atkvæði. Þetta er ekki flókið. Sem verður victorious. Það vona ég, já, það verður annar okkar victorious, það er nokkuð ljóst. FM, góðan daginn. Hér á FM. Halló. Þú var að íta hann á sleðan eða eitthvað. Ég er búin að íta sér. Alltaf. Nei. Alltaf. Hvað er aðeins? Það er aldrei gæst að þú ítir ekki á. Sjöru? FM. Já, halló. Hér á FM. Hvað segir þú gott? Bara gott, þú var ekki veit að þetta. Anna þekki ég þig. Óbóðslega annað með. Komið tími á það, sko. Já, hvað heitir þau? Hafdís. Hafdís, það er fallegt nafn, maður. Hætti að sleiki plustendur? Nei, bara sama mamma mín heitir. Mjög fallegt nafn. Það eru auðvitað komið 1, takk aðeinslega. Ég trú ekki, fyrst getur komin undir. Já. Það er hæðilegt. Ekki hana. Fáum næsta, FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan dag, hvað heitir þú? Heyrum. Það er auðvitað allan tíman. Auðvitað allan tíman, ánæði með þið. Takk fyrir þetta, vinnur. Ok, bye. Mjög ánæði með hlustundur. Það er að gera sér það. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það hefði verið Egill, en auðvitað þú komst með þetta alveg á loka mínútunni. Já, er það ekki? Er fólk með allt niður þessu? Nei. Þetta er Roxette. Ég er mjög ánæði með hlustundur núna. Svíjar. Hvað heitir þú? Inga, takk að ætla að ringja. Takk fyrir okay, bye. Og fáum hér næsta FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú, höfðingi? Ég segi bara fín. Ekki? Hvað er verið að brasa? Ég er bara að kæra heim á vinnunni. Ég heyra það er mikill Roxette maður á línunni. Nei, ég held að þetta sé Ég er meira svona Guns N' Roses. Nei, dreftu mig. 4-0. Ég hef gett unnið þessa kefni. Ég hef komið að Unbreak My Heart. Já, ég hugsaði að það er svaðalegt. Það er líka rosalegt við ekki það. Þetta er nóg að þessu lögum. Takk hjálpa fyrir ringjaðum. Hvað ert þú komin upp í? Ok, bye, það er 4-0, þú ætlar að vinna 5-0. FM, góðan daginn. Ég þarf comeback. Já, góðan daginn, hvað segir þú mestari? Ég er góður sko, ég er alltaf Axl Rose. Jésús Kristur. Eru hlustendur með allt niður þessu? Það var bara clean slate. 5-0 í flottulega kemdini. Hvernig er ekkert að velja Roxette? Hvað heitir þú snillingur? Sölvi, Axl Rose er bara með þetta. Það er hárið eftir ár, takk fyrir að ríkja Sölvi. Axl Rose er með allt niður og sé í dag sko. Þú heimtaði að fara í flottulega valdið þemaðið og þið var pakkað saman 5-0. Þetta getur sér tapa þessari kefni. Sem betur fyrir tók ég þetta lag. Veistu hvað ég var að spája að taka? Var að spája að henda í þetta. Já, ég hef með þessi stöðla síðasta fyrstdag í tekno umbúðan. Það er ekki búið að styrja upp sko. En sem betur fyrir valdi Axl Rose því að hann skilaði með 5-0 sigri. Takk fyrir þetta, kæru hlustendur. Við erum allt niður ykkur hlustendur. Skitu þarna því meður. Og þetta er hún vingun okkar Þórunn Antonía, 9 árið móðir og skominni innilega dramikið með það. Og þetta er eitt af okkar uppáld. Aldrei að setja kveðja heldur, þetta er komið tíma á kveðja. Það er bara hann maður. Í dag klukkan að vera 5, klukkan að vera 6, ég er búin að vera þetta með okkur síðan 4 strákarnir. Sveppurinn var með okkur til, rúmlega 5, en þurfti svo að kveðja. Þökkum honum kjallaði fyrir daginn og minni á, það eru stórtónleikar hjá Sveppa og Villa á sunnudaginn. Ég held að sé ennþá nokkri miðan lausir, þannig að að gera kíkin á miði.is og fara með krakkana á tónleikana. Þetta verður mikil stemming, lofa ykkur því. Það er eitthvað maður. Já, en hvernig helginu þér Egill? Hörðu, það er... Ég þarf að DJ Muscle Boy þarf að henda sér í hlýrabólu sin. Nú, það er bara þannig? Já. Ég er að fara... Ball? Já, Kef Center, ég og Video Game Boy.
Og Svestertron Keflvíkingurinn kann að hella í sig sko. Alltaf gaman að koma í Keflavík. Og síðan líka sko, þú getur þetta dressað upp sem trúður 1. nóvember. Nei, ég er góður. Þú getur alveg glemt því. Ég er með risa Halloween-ball laugardaginn 1. nóvember og ég ætl fá Blondale sem trúð, fullan, ofuröfli. Þannig að setjum við ráfandum í eitthvað svona rekast í fólk. Blondale er nefnilega ekki að fara að gera neitt næstu hvað, 3 ár. Já, gott talent. Ég verði í tökum á Ísland gott talent, þannig að ég verð ekki eins og trúður fullur á stuðlaðaballi, sem betur fyrr. En það verða þertur. En við þökkum kjalla fyrir hlustunum í dag, strákanir. Við verðum mættir hér í næstu viku með gestastjórnanda, hann Jón Jónsson, Steindi Junior. Verður Steindi með næst? Nei, hann verður ekki komið næst, en hann gæti verið komið þar næst. Sveið með þá. Yes. Þannig endilega tjekkja á okkur næsta föstudag og takk æðislega fyrir hlustunum í dag. Og herri, það er líka sjátat á landsliðið í 5 leikum. Ég var að horfa á þetta í gær, það er hrikalega gaman að horfa á þetta. Það ertu bara að skella sinni í Laugardalshöll og fara að hvetja. Konar úrslit, en hafið það gott helgina og gangið hægt gleðina dyr, kæru hlustendur. Let's light it up until our hearts catch fire. Leifðu þér smá lottó. Hringdu endalaust. Nú er enn meira gagnamagn í endalausu snjallbökkunum, en sama endalaust frábæra verðið. Vert í sterkara sambandi. Síminn. Hann tortímdi bæði Predator og T-1000. Þorir þú á móti The Governor. American Style. Villtur matur úr hreinni íslenskri náttúru og öðrum framandi löndum. Veiðikofinn, Lækjargata 6A. Gómsætir hambúrgarar og safaríkar steikur. Grillhúsið. Brestir hefst 20. október. Forvitni fréttamenn rýna í bresti samfélagsins. Það er alltaf farið helvítið sem heim. Við gæjumst undir yfirborðið og fylgjumst með því sem framfer fyrir luktum dyrum. Bara við heilsuðumst og svo bara laðist hann upp í rúm og fór úr fötunum. Förum með myndavélar þangað sem fréttamenn fara að jafnaði ekki. Hittum hugsjónafólk á gráu svæði. Mér langar bara að aðtöða hvort þið myndi virka í íslenskri náttúru. Og spyrjum hvernig er að eiga heima á hrauninu. Brestir hefjast mánudag klukkan 20:35. Stöð 2. Margfalt skemmtilegri. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4 til 6.